Já, kæru vinir, yfirskrift orða minna í dag í nokkrum orðum er biblíufæði. Máltíðir gegna mikilvægu hlutverki í henni helgu bók. Þegar biblíufólk bauð til samsætis var vinátta einnig í boði. Guð býður til veislu og vináttu. Biblíumatur er hollur og trefjaríkur, dýrafita var lítið notuð en ávextir mikilvægur hluti fæðu á biblíutíma. Hvítusykur var ekki til, heldur kom sæta úr hunangi og ávöxtum. Fæði var ekki einhæft, heldur fjölbreytilegt. Heilsufæði nútímans er svipað og biblíufæðið. Hænur hafa verið við hús manna í ammarka 4000 ár. Hænsnarækt var algeng á tímum Jesú Krist og allstaðar í rómverska heimsveldinu. Kannski hafa Jesú Kristur og Jósef tekið þátt í eldagóða máltíð úr hænsnunum, en mér finnst samt kannski trúlegt að María hafi verið aðal kokkurinn þá. Páskahátíðin er nýliðin og að margra mati notalegasta hátíð ársins. Páskarnir eru ekki síður nýttir til að gera vel við sig í mat og drykk. Það leiðir hugan að öllum þeim mat sem kemur við sögu í biblíunni, en eins og önnur fæða sem neytt var til forna er biblíumatur eins mikil andstæða við skyndibita og hægt er að hugsa sér. Allt hráefni er ferskt og óunnið. Eingöngu alvöru matur, hollur, einfaldur og oft mjög bragðgóður er talið. Svo virðist sem biblíufæði hafi verið einnig saðsamt, næringar og orkuríkt og staðið vel með fólki. Biblían er ekki einungis heilög ritning kristinna manna, heldur er hún einnig sagnfræðilegt rit, þar sem hægt er að skoða matarhefðir manna fyrr á öldum. Fieldhouse nokkur tekur saman árið 2017 hvenær minnst er á mat í biblíunni og í hvaða samhengi. Þar er meðal annars fjallað bygg, fíkjur, ólívur, hveiti, vín, olíu, brauð og vínber. Mig langar að telja upp nokkra góða kosti í slíkum matarhefðum sem við gætum svo sannarlega tilengað okkur betur í dag og tengt við biblíumatarhefðir. Ég ætla að byrja að vitna hér aðeins í páskahátíðina, önnur Mósebók 12. kafli, vers 8. Sömu nóttina skulu þeir eta kjötið steikt við eld, með ósýrðu brauði og beiskum jurtum skulu þeir eta það. Vegna mikilvægis páskalambsins og að leggja það hlutverk að jöfnu við Krist eru lömb virtasta dýr sögunnar og mikilvægasti maturinn í biblíunni, auðugt af vítamínum og próteini, sínki og öðrum mikilvægum næringarefnum. Það er án efa hollasta rauðakjötið á jörðinni, vilja margir meina, ef það er grasfóðrað. Fræðimenn eru ekki algjörlega sammála hvaða plöntur höfunda biblíunar voru að vísa til þegar þeir skrifuðu beiskar jurtir. En kóríander og steinselja eru almennt á listanum og allvinsæl krydd nú á dögum. Kóríander er fræ af kraftmikla andoxunarefninu kóríander og jafnvel hefðbundin læknisfræði hefur merkt kóríander sem plöntu gegn ýmsum sjúkdómum. Raunar hefur kóríander verið notað sem meltingarelsýr og græðandi krydd í þúsundir ára. Ég held áfram. Ólívur, þær vaxa úr blómlegi
á ólífutrjám og flokkast því sem ávextir og notaðir í þúsundir ára til matargerðar. Þær eru holl fæða, ríkar af ómettuðum fitusýrum, E-vítamíni, járni og trefjum. Upprunalega er ólífutréð frá svæðum við botn Miðjarðarhafs og til forna var ólífuolía notuð til lækninga, í lampa, fyrir sápur, snyrtivörur en líka sem gjaldeyrir. Ólífuolían var að auki notuð til að smyrja konunga og presta. Það er ennþá ástæða til að hafa ást á góðum ólífuolíum og ólífum líka. Það er vart hægt að gera lista yfir helstu matvæli Biblíunnar án þess að nefna vínber. Ég vitna hér í ljóðaljóðin, 1. kafla, 2. vers. Kysstu mig kossi, vara þinna, atlot þín eru ljúfari en vín. Vínið sem talað er var gert úr vínberjum og eru þau rík af A, C og B-vítamínum. Einnig steinefnum eins og kalki, magnesium, kopar, járni, selenium og kalíum. Svört vínber eru þau allra hollustu. Svo má lengi telja upp ágæti vínberjana. Vínber hafa verið borðuð síðan löngu fyrir Krist. Næst ætla ég að minnast á kornið og vitna hér í Esekiel 4. kafla 9. vers. Taktu hveit, bygg, baunir, linsubaunir, hersi, hissi og spelti, láttu það allt í eina skál og gerðu þér brauð úr því. Í Esekiels bók segir frá að Guð hafi gefið spámanninum Esekiel uppskrift af því sem hefur reynst hið fullkomna brauð, sem inniheldur allar nauðsynlegar amínósýrur og þar af leiðandi er það eina brauðið sem er á þessum lista yfir helstu matvæli Biblíunnar. Vegna þess að kornið var óhreinsað. Og nýlegar rannsóknir frá Harvard Háskóla sýna fram á að dagleg neysla á heilkorni, svo sem byggs, dregur úr líkum á hjartasjúkdómum. Spelt er gömul korntegund og hefur verið ræktuð síðan 5000 fyrir Krist og er í dag aðalega ræktuð í fjallahérðum Mið-Evrópu og það er talið hollara en hveiti. Fíkjur. Þær eru mikill fengur að fá og afar næringaríkar. Fíkjur er í flokki ávaxta. Þær hafa verið notaðar öldum saman til að meðhöndla næstum alla sjúkdóma sem við þekkjum í dag. Þær gefa okkur ótrúlegt magn af orku og krafti. Það eru mörg fíkjutrí í Biblíunni og hægt að vitna í mörg versin. Við skulum hugleiða fíkjutrén í aldingarðinum Eden. Adam og Eva hlupu frá Guði inn í garðinn. Þegar þau földu sig, drógu þau til sín trjágreinar sem voru nálægt þeim. Það vildi svo til að það voru laufin af fíkjutrjám. Hugleiðum aðeins grænmeti. Daniel 1. kafli 12. vers. Reyndu okkur nú þjóna þína í 10 daga. Gefðu okkur grænmeti til matar og vatn að drekka. Í stað þess að borða lostæti Babýloníum manna báðu Daniel og vinir hans að fá að lifa á grænmetisfæði. Þegar kominn var tími til að koma þeim fyrir konung, urðu Nebúkadnesar og allir leiðtogarnir undrandi þegar þeir sáu að hinir 4 ungu vinir voru hæfari og litu betur út en aðrir ungir menn sem borðuðu babýlonsku réttina. Gjarnan síðan nefnt Daniels fastan. Af öllum fæðuflokkum er grænmeti
án efa næringar mesta gjöf jarðar. Hér hef ég talið upp og frætt ykkur ágæti biblíufæðis, næringaríkt fæði og þess virði að skoða vel. Einhvern veginn hefur fólk dafnað vel í aldanna rás. Það voru hraustir, hermenn og bardagamenn. Allir neittu miklu hollara mataræði en í dag. En sem betur fer heilsu vakning. Skyndibiti og unnar matvörur ættu ekki að eiga stóran þátt í fæðu landsmanna. Ég hef sjálf gjörbreytt mínu mataræði í hollari lífstíl, biblíufæði, og hef reynslu af að það marg borgar sig. Ég kát, ég hress og algjör orkubolti, segja vinir mínir. Þökk sé biblíufæði. Takk fyrir.